Nú flokkum við plastumbúðir og köllum það græna flokkin. Plast sem safnast á spítalanum fer til endurvinnslu, þar sem framleiddar eru ýmsar plastvörur. Við flokkun á plasti er mikilvægt að flokka rétt. Flest plast má fara í græna flokkin, plastumbúðir, harðar og mjúkar, plastpokar. Í græna flokkin mega líka fara tómir brúsar og lausir tappar, plastglös, lyfjaglös, plaststatíf og plastbakkar. Í græna flokkin mega líka fara plastumbúðir með áföstu bréfi, plastumbúðir með álþynnu, lyfjaþynnur og frauðplast. Plasti skal vera hreinlegt og athugið að pappírsmiðar, gúmmí og málmhlutir sem erfitt er að fjarlægja mega fara með. Sumt plast má ekki fara með vegna sýkingarhættu eða krafna frá móttökuaðila. Mikilvægt er fyrir okkur að fylgja því svo plastið endi í endurvinnslu en verði ekki dæmt úr leik og urðað. Í græna flokkin mega ekki fara hanskar, sprautur og slöngur. Í græna flokkin mega heldur ekki fara vökvapokar þó að eingöngu séu í þeim saltlaust, né heldur plastumbúðir með hættumerkjónum. Plastinu er safnað í græna poka sem er svo lokað. Grænu pokarnir fara sína leið í gáma eða ruslageymslur og eru sóttir af gámaþjónustunni. Plastið frá spítalanum er grófflokkað og sent til Svíþjóðar í endurvinnslu.